Góðan daginn, góði gestir og verið velkomin á IA TV í samstarfi Omnis á Akranes og Símann. Framundan frestaður leikur í Faxaflóa móti kvenna B-riðli. Það IA sem að spilar gegn Tindastóli. Þetta nú reyndar skráð sem heimaleikur Tindastóls. En sjálfsögðu spilaður hérna á heimavelli Skagans í Akraneshöll. En við skoðum snöggvast stöðuna í þessum riðli. Úrslitin geta nú hreinlega ráðist hér í dag með 2 marka sigri IA. Þá tryggja þessi sigurinn í þessum B-riðli Faxaflóa mótsins. Eru 7 stigum eftir Haugum en þær gerðu einmitt jafntefli 1-1 jafntefli við Hauka í síðasta leik. Ef ég renni eldsnöggt yfir byrjunarliðin og liðin sem að spila hér í dag, það mikil forföll hjá IA-liðinu. En í markinu stendur Torrijin Omela. Fyrirliðin Unnur Ýr Haraldsdóttir númer 7, númer 8 Unnur Elva Traustadóttir, númer 9 Maren Leósdóttir, númer 10 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, 11 Fríða Halldórsdóttir, númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, númer 21 Eva María Jónsdóttir, hinn eldri númer 22 Karen Þórisdóttir, númer 23 María Björk Ómarsdóttir og númer 24 Aldi Silva Heimisdóttir. Á varamannabekknum hjá IA númer 2 Elisa Eir Ágústsdóttir, númer 3 Ásta María Búadóttir, númer 15 Klara Kristinsdóttir, númer 17 Eva María Jónsdóttir yngri, númer 29 Erla Karitas Jóhannesdóttir og númer 30 varamarkurinn María Mist Guðmundsdóttir. Hjá Tindastóli í markinu Margrét Ósk Borgþórsdóttir, númer 12 fyrirliði Guðrún Jenny Ágústsdóttir, númer 22 aðri leikmenn númer 3 Bryndís Rut Haraldsdóttir, númer 4 Vigdís Edda Friðriksdóttir, númer 6 Laufey Harpa Halldórsdóttir, númer 7 Sólveig Birta Eiðsdóttir, númer 8 Hrafnhildur Björnsdóttir, númer 9 María Dögg Jóhannesdóttir, númer 15 Anna Margrét Hörpudóttir, númer 20 Kristrún María Magnúsdóttir og 23 Snæbjört Pálsdóttir. Á varamannabekk Tindastóls Berglind Ósk Skaftadóttir, númer 16 Jóna María Eiríksdóttir, númer 19 Birna María Sigurðardóttir og númer 21 Krista Sól Nílsen. Krista Sól Nílsen reyndar þeirra marka hæst. Ef ég man rétt skoraði þrennu í einum leik, en þjálfari Skagaliðsins Helena Ólafsdóttir og hennar aðstoðarþjálfari Anita Lísa Svansdóttir. Þjálfari Tindastóls heitir Jón Stefán Jónsson og aðstoðarþjálfari Guðni Þór Einarsson. Ef við rennum aftur yfir liðskipanina hjá Skagastúlkum þá sjáum við að þær stilla upp í dag í svona 4-1-2-3 eða 4-3-3 eftir sem hvað við viljum kalla það. Með Fríðu, Söndru, Evu Maríu og Róbertu í vörninni, Torri sjálfsög í markinu, Karen Þórisdóttir verður djúp á miðjunni og fyrir framan hana María Björk og Maren og síðan 3 fremstu Aldi Silva, Unnur Elva og Unnur Ýr. Þetta spennandi að fylgjast með þessu, hvort að IA nær að klára sig af því að tryggja þennan titil í hús. Það hlýtur að vera titil í boði, en við ætlum að rifja upp þegar að þessi lið spiluðu síðast. Það var einmitt í þessari höll síðastlið vor og við ætlum að sjá öll mörkin nema 1 í þeim leik. Þetta allt annað, gefa sér tími í þetta, gera það skynsamlega. Haldís með boltan fyrir og þar dauðafæri og það mark. Heiðrún með, þarna gekk allt upp, allar tímasetningar hárréttar. Frábær sendingi Aldís Silvu. Boltinn bara látið ganga, kantan á milli og flottu bolti fyrir og gott hlaup hjá Heiðrún. Berjumst við af öllum mætti, við
Já, það eru hlýjar minningar varðandi þennan leik. Gott ef þetta var ekki fyrsta beina útsetting ÍA-TV frá knattspyrnuleik. Þannig að við, það eru sterkar tilfinningar tengt þessu viðregnum þessara liða hjá okkur, strákunum á ÍA-TV. En leikurinn við það að fara af stað, ÍA í sínum gulu og svörtu búningum, Tindastóll í hvítum treyjum og svörtum buxum. Sýnist mér, hvort þær eru vínrauðar, það gæti nú reyndar verið, það væri svona Tindastólslegt. Við minnum á það að það er fullt af fótbolta í gangi í dag, Lengjubikarinn á fullu í öllum deildum og öllu því hægt að fylgjast með á mjög einfaldan og góðan hátt hjá vinum okkar á úslit.net. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að kíkja á það. En þetta fer svona að renna af stað. Og allt að vera klárt. Og dómarinn veifar markmannunum sem að veifar ekki tilbaka, en engu að síður þá er allt að vera tilbúið og Tindastóll hefur leikinn. Það er Tindastólstúlkur sem að byrja hérna í stórsókn, en Skagastúlkur ná að koma þessu frá. Maður á eftir að læra nöfnin á þeim svona í átt og þétt vonandi. Það er að byrja af krafti. Sending hérna yfir til hægri, en Fríða í bakverðinum, hún kemur þessu fram. Þá er Aldís Silva komin hérna á mikinn sprett upp vinstri kantinn, en þær komast á milli, ná að hreinsa þetta út af. Það var Skagastúlkur að gera sig líklega hérna, ná að vinna sennilega hotspinnu eða hvað. Jújú, fyrsta hotspinnan í leiknum. Og það er skallamarki og það er varið. Það er ná að koma þessu langt Karen og það er aftur varið. Stór hætta núna við mark Tindastóls eftir þessa hotspinnu, en það náði ekki að gera sér mat úr þessu. María fleytir þessu áfram hérna. Skagastúlkur halda pressunni, býtur nú við, Skaginn hlýtur að eiga þetta, nei. Þá koma stólarnir, gera þetta vel. Sending hérna út á vinstri kant. Ná að spila tilbaka. Skagastúlkur ekkert að pressa of hátt á völlin þannig. Gera það þó núna, Aldís setur pressu. Já, Unnur í baráttunni. Boltinn til baka á Margréti í markinu sem að hreinsar þetta út á vinstri kant. Og Maren flikkar þetta áfram, Unnur tilbaka á Fríðu og inn á teiginn. Maren kemur honum Aldís Silvu sem er í dauða færi, en skýtur fram hjá þriðja færi Skagamanna eða Skagakvenna hérna á fyrstu 3 mínútunum. Spurning hvort að við fáum leik í líkingu við þann sem við vorum að horfa á svipindur úr áðan, sem að vannst 6-0 hérna í fyrstu umferðin í fyrstu deildinni fyrra og gaf
fögur fyrirheitum gengi skagaliðsins á Íslandsmótinu í fyrra sem að urðu svo ekki að því sem að svona maður bjóst við eftir þann leik. Hér kemur sending upp í horni, Sólveig Birta kemur honum fyrir en Tori í markinu verst þessu vel, grípur hann, kemur honum í spil, þá það Róberta tækluð, það bara innkast dæmt. Róberta með innkastið, það langt yfir Marinni en Marin setur pressu og Unnur síðan. Eva stingur þessu hérna fram á við en Tindastól stúlkur komast í þetta tilbaka á Margréti og hún sparkar út af. Þetta fer ágætlega á stað. Fít sprettur hérna, Unnur Ýr komin upp að endamörkum og inn í tegin en missir hann aðeins frá sér. Boltinn aftur fyrir og markspyrna hjá marki Tindastóls. Margrét er alltaf að láta hann að sparka langt, setja háa pressa á hann, hún ekki að spila þessu út og spyrnan ekki góð. María nær nánast valdaboltanum, setur síðan pressu en vel gert þarna en Marin Leósdóttir, hún lætur bara vaða núna en skýtur í Unni en Marin komin aftur í boltan. María en Hrafnhildur Björnsdóttir nær að komast þarna á milli, sendir hann síðan hérna á Laufey Hörpu sem að reynir stungusendingu en Eva María lesi þetta vel. Eva á Marinni og hún át á Róbertu. Hún spilaði bara þolinmót. Eva, Sandra á Fríðu. Fríða inn á miðuna á Karinni, hún finnur Maríu, þetta er fínt spil núna. Fríða, nú vantar hana hjálp, Unnur gefur henni hana, nær að snúa, skiptir yfir. Þar Unnur Ýr með fyrirgjöfuna og heyrðu, þarna farið í bakið á Unni og náði skallanum en auðvelt að verja þetta fyrir Margréti. Þá kemur Sólveig Birta. Sandra les þetta, kemur hún tilbaka á Tori og engin pressa á henni. Og hún spilar þetta út á Evu Maríu. Róberta, hún setur hann hérna fram, þar Unnur Ósk. Hún reynir að finna nöfnum sína út á kantinum sem að missi valdaboltanum en Róberta búin að fá ná honum aftur en sparkar út af. Áspilnir Margrét hérna frá markinu, Sólveig Birta í honum en fín pressa hjá Fríðu en Sólveig nær að komast fram hjá henni. María kemst inn í milli en boltinn út af. Já, þetta er spurning hvort að Tindastólstúlkur ná að refsa Skagaliðinu fyrir að hafa ekki náð að nýta þessi dauðafæri í byrjun. Sólveig með innkastið. María býður sig en María Skagakona skallar þetta frá og María aftur í þessu. Hér kemst Hrafnhildur Björnsdóttir í boltan, reynir að fyrirgjöf, kemur boltanum á, það er skotamarki frá, númer 14. Hún er ekki á skýrslu hér hjá mér en Berglind Ósk, hún hefur sennilega komið inn í liðið bara á síðustu stundu. Berglind Ósk.
Þá byrja Skagastúlkur aftur. Það bara þolinmæði núna. Fríða, langan bolta hérna í áttina Marinni Leós sem að næri ekki boltan en Unnur, þetta bara var nokkuð hættulegt. Unnur Ír komst í hennar bolta og náði skota marki en það framhjá. Margrét á í vandræðum með að spyrna þessu frá. Unnur Aldís Silva hérna missir boltan undir sig. Þær verjast þessu, fín pressaði á Fríðu en það ná að halda boltanum. Og hér kemur skot, ekki langt framhjá hjá Marinni. Og maður er alveg ruglaður, hérna sé ég að leikmaður númer 10 í vörninni á Tindastóli en engin skráð númer 10 á leikskýrslu, þannig að ég bara við verðum bara að spila í kringum það. Unnur býður sig aftur á Fríðu og þá kemur boltinn inn á tegin en enginn hérna og Margrét grípur þetta örugglega. 10 mínútur liðnar, staðan ennþá 0-0 þrátt fyrir góð færi Skagaliðsins. Og vel lesið hérna löng sending fram en Eva María er hérna alveg örugg með þetta og tilbaka á Tori. Sandra. Það hefur sýnt sig hérna þegar að ÍA-liðið gefur sér tíma og bara sýnir smá þolinmæði í að halda boltanum og láta hann ganga að þá gerast hlutirnir. Það mjaka sér hérna fram völlin. Hafsendarnir, þær leyfa þeim alveg, norðanstúlkur að leyfa Hafsendunum alveg að vera með boltan eins og að vilja. Svo kemur langur bolti hérna frá Evu upp í hornið á Unnu. Unnur Ír með fína fyrirgjöfu aðeins og innanlega og Margrét sveimir þá hún er jafn fljót og pabbi sinn. Fín pressa hjá Aldís Silvu hérna. En Skagalið svona nokkuð vængbrotið í þessum leik. Það vantar 4 sterka leikmenn í hópinn. Það eru 3 meittar, Hrafnhildur Arín, Heiðrún og skal ég segja ykkur, hún Berdís Fanney sem er markahæst í Faxaflóa mótinu björðilinum með 5 mörk. En hún missir af þessum síðasta leik. Einnig er hún Sigrún Eva í landslýsverkefni sem að við getum nú alltaf grátið það. En engu að síður, þá vantar 4 sterka leikmenn í leikmannahópi ÍA núna þannig að það reynir á breiddina og þær eru að svona standa undir þessu enn sem komið er og gott betur. Þá koma stólarnir en fín pressa hjá Karinni. Og María Björk pressa líka en það er halda boltanum en fín vörn hjá Evu Maríu en Sandra nær ekki að reynsetta langt. Þessir innanlega og Tori er örugg með þetta. Mikill styrkur fyrir ÍA-liðið að fá reyndan markvörð. Þá er Maren Leósdóttir komin hérna á ferðina og þetta hlýtur að vera gult spjald. Getur bara ekkert annað verið. Já. Enn og aftur finnst mér dómgæslan vera öðruvísi í kvennaboltanum heldur en karlaboltanum. Í karlabolta hefði þetta aldrei verið neitt annað en gult spjald og þetta fer svona í taugarnar á knattspyrnu áhuga manninu mér og fyrrverandi dómaranum að menn skuli ætla að taka kvennaleikinn einhverjum öðrum tökum. Það er bara, mér finnst að felast í því töluverð vanvirðing
en það er svo sem bara mín skoðun og þarf á engan hátt að endurspegla skoðanir IA TV sem slíks. En þá er Maren með aukaspyrnu hérna utan að kanti, fítbolti, hárbolti og það er Fríðar sem næ skallanum og hann er í þverslána. Enn eitt dauðafærið hjá IA. Þeir vantar mörk og miðað við hvernig þetta gengur þá hlýtur það nú að fara að detta. Margrét spyrnir frá og þá pressa þeir á hana. Unnur var hann í pressunni og Unnur hinn og María og Maren og þessi fer upp í rjáfur og þá er innkast. Annars þokkalegar aðstæður til knattspyrnuiðkunar hérna í Akraneshöllinni í dag. Logn og hvað? 2 stiga hiti. Vel gert hjá Róbertu, ja, missir valdaboltanum þarna. Þá er vitlaust innkast sennilega dæmt. Róberta finnur Unni. Unnur Elva heitir hún heitir ekkert Unnur Ósk, ég biðst afsökunar á því. Sandra er Ósk, síðastur í vissi. Man er ekki almennilega bara komin í gang hérna þá í dag en fín pressa hjá Unni, finnur María síðan á Unni Ír og þetta er frábært spil og Unnur missir hann aðeins frá sér. Snöggt þríhyrningaspil hérna fyrir miðri vörninni og í gegn en Unnur Ír mist hann örlítið frá sér. Vel gert hjá Maríu Björk. Hún finnur hérna Aldís Silfu sem er komin núna út hægra megin. Hún og Unnur Ír búin að skipta kant. Aldís að komast upp að endamörkum. Nær þessu fyrir. Þetta er í gegnum allan pakkan. En það er Karin Þórisdóttir. Kemur hún tilbaka á Fríðu. Fríða lætur bara vaða. Full bjartsýn hana. Hátt framhjá. Kort er búið. Staðan 0-0 en IA búið eiga öll færin í leiknum. Tindastóli hefur ekki tekist að ógna markinu ennþá. En IA liðinu hefur tekist að ógna trekk í trekk. Allavega 5 sinnum. Þannig að misti María boltan hana. Og fín barátta. Skaliði vinnur boltan aftur. Róberta reynir að finna Aldísi en þær komast á milli. Kemur María Dögg. Nær að snúa sér hana eina. Skipti síðan yfir á Sólveig Birtu. Fríða til varnar. Sólveig á stað. En Fríða er sterk og nær að stíga fyrir hana hana. Og kemur þessu upp kantinn. Vel gert hjá Fríðu. Og langur bolti. Róberta í þessu. En hér gæti verið hætta. Eva María. Og Tóri ver. Hún þarf að verja. Þær eru ekkert. Þær eru sýndvegin ekki gefin. Tindastóllsliðið og þær fá hérna sína fyrstu hotspinnu í leiknum. Þetta kom svona nánast upp úr engu. En Tóri vandanum vaxinn í markinu. Ágætlega mætt hérna í höllina í dag. Kemur hotspinnan. Karin Þórisdóttir tekur þetta á næstönginni. Og kemur honum á Aldísi Ylfu og Unnur Ír á ferðinni hérna og Aldís veit af henni. Og Unnur og Aldís Ylfa fyrir með henni. Unnur lætur bara vaða en það er framhjá, vel framhjá. Spurning hvort hún hefði átt að fara örlítið lengra. Við hvetjum að sjálfsögðu þá sem er að horfa og vita af því að vita af fólki og vinum sem að gætu haft áhuga á þessum leik að deila endilega slóðinni á þessa útsendingu hjá okkur. María Björk með skot, það er fast en hátt yfir. Já, þær eru að reyna að bara stilla miðið. Í rauninni hefur það gefist ágætlega að koma bóttin að klára þetta með skoti og láta Margréti sparka sem að hefur reynstinni örlítið erfitt.
Kemur spilna, Maren í baráttunni, nær að hafa betur og enda svo með hann hérna og hún lætur vaða, en þær eru kannski full óþolinmóðar núna finnst mér. Það er gaman að segja frá því að ég er með nýjan mann á myndavélinni hjá mér í sínu fyrsta verkefni fyrir IATV, Valgeir Sigurðsson. Ég ætla að bjóða hann hjartanlega velkominn. Það er alltaf pláss fyrir góða menn hjá okkur. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þá var pressa og Unnur Ýr kemst í boltann en nær ekki að taka með sér. Margrét kastar þessu út, kemur sinni manneski í vandræði þarna og Unnur Ýr gríðarlega sterk þarna, vinnur boltan af henni og Maren í sendingarsfæri og aðeins fyrir framann Aldís Silvu. Aðeins fyrir framann hana þarna. Það er ógna og ógna. Þetta hlýtur að enda með marki, ég trúi ekki öðru. Vel gert hjá Karinni þarna, skallar henni fyrir Maríu. Hún tilbaka á Fríðu, Fríða snýr og Aldís Silva komin aftur hérna yfir til vinstri. Og vel gert. Aldís í baráttunni, kemst í hann. Unnur stingur hún sen upp í horni hérna á Aldís Silvu. Aldís snýr með fyrirgjöf aðeins yfir henni en þar er María Björk. Leggur hann út á Karinni. Já, þetta líka mér að sjá. Róberta finnur Marinni og Unnur Ýr missir hann fram hjá sér en María Björk var þarna í baráttunni. Fríða nógan tíma. Aldís Ylva finnur Fríða aftur og Fríða kemur þá með fyrirgjöf en hún er ofinnalega og Margrét grípur þetta í markinu. 20 mínútur liðnar og ekkert mark komið. Þetta er svolítið annað en síðast þegar við vorum komið með 4 mörk á 12 mínútum. Í stórskemmtunum leik. Þá var ég að tala um síðasta kvennaleik sem við sýndum. Fríða og Maríu Björk. María hefur tíma, nær að snúa, kemur eins á Karinni Þóris, farin aftur. Missir hann langt frá sér. Óheppinn hérna, en þá koma þær. En snúa við. Fullgjarnan að spila tilbaka, sýnist mér hérna, en já, leysa þetta vel. Hrafnhildur með boltan. Kristrún María. Ná að halda boltana núna. Sending hérna út á kantinn, Sólveig Birta, missir hann út fyrir. Þetta er svona frekar bitlaust á köflum. Unnur. Og þetta er spilað tilbaka hérna. Eva María. Stór og stæðileg hérna í miðverðinum. Þá kemur Fríða með sendinguna yfir á Unni Ýr sem að næra taka hann með sér. Leggur hann síðan út á Maríu Björk sem að tekur skotið og það er varið í slán og yfir. Þetta var glæsilega spilað. Langur bolti frá Fríðu sem að Unnur náði að leggja fyrir sig og lagði hann síðan út á Maríu Björk sem að var í fínnistöðu og búin að stilla miðið. En Margrét náði að sjá við henni. Þá kemur hornspyrna. Síðasta hornspyrna skilaði sér í 2 dauðafærum. Kannski verðt að fara yfir aðra leiki. Við skulum gera það eftir hornspyrnuna. Það er eins og ég sagði á hann verið að spila mikið í Lengjubikarnum í öllum deildum í dag. Maren með hornspyrnuna.
og það ná að bæja hættunni frá. Spurning hvað þær gera þá hérna náðar hraðari sókn, en Róberta brýtur af sér. En í Lengjubikar karla A-deild eru riðli 2, þar eru KR 2-0 yfir á móti IR og KA-menn eru 2-0 yfir á móti Breiðablik eftir 14 mínútna leik. Í riðli 4 eru merkileg úrslit í dag, þar sem að Grindvíkingar sigruðu F-áinga 3-0. Í Lengjubikar kvenna einum leik lokið í dag. Það eru Þór Káa og Breiðablik gerðu jafntefli 1-1 og þessu getið að sjálfsögðu öllu fylgst með á úrslit.net. Ég þreytist ekki á að auglýsa þeirra þjónustu, þeirra félaga sem eru miklu vinnur okkar hérna á IATV. Kemur langur bolti, Karen ver vörnina vel þarna, nei þetta var Sandra sem skallaði frá og þá kemur skot langt utan af velli og algjörlega hættulaust fyrir Tori í markinu. Marja Björk fær hann hérna tíma til að snúa, kemur honum á Aldi Silvu, en fín vörn hérna hjá Bryndísi Rut sem að náða pótanum út fyrir. Kemur Fríða með innkastið, Unnur Elva býður sig og kemur honum aftur á Fríðu sem að skiptir síðan hérna yfir og verður að snöggar að skipta boltin yfir á Róbertu. Þá kemur langur bolti í áttina að Unni, en vörnin nær að skalla þetta frá og Maren komin upp að endamörkum, vinnur hornspyrnu. Já, síðasta hornspyrna skilaði ekki sömu hætt og það er svo fyrsta, en sjáum hvað þriðja gerir. Hér er Unnur á auðum sjó og hún skorar, dundrar í gegnum þvöguna og Margrét sér hann aldrei fyrir en hann er komin í netið. Unnur Ír á 27. mínútu. Já, það hlaut að koma að því, en þarna var Unnur Ír glettilega opinn þarna í miðjum tegnum. Engin varnarmaður nálægt, hún hafði nógan tíma til að leggja hann fyrir sig og taka hann bara á beinarist og negla hann í netið í gegnum þvöguna. Hvort ef hann tók ekki allavega eina ef ekki tvær snertingar á leiðin í gegn. En þá reyna Tindastóls konur að svara fyrir sig. Marja Björk hérna í baráttunni, missir hann frá sér, hún gefst ekkert upp. Vel gert hjá henni, Karen nær síðan að komast í þetta, langan bolta hérna í áttina Unni Ír, en of langan. Unnur leggur hann hérna út á Karinni sem að kemur honum hérna í áttina Fríðu. Jújú, Fríða nær honum og tekur skot á næstu ekki. Úff! Margrét ver þetta vel, þessi var á leiðin í skeitin. Glæsilega varið, hún var vel staðsett þarna í markinu, en fínt skot hjá Fríðu. Kemur langur bolti fram. Fríða skallar þetta til hægri, þar er Eva María.
Fríða finnur Unni og fín vörn þarna. Og Fríða ekkert að gefa eftir hérna hver á þennan. Nú þeir ekki vissir, það Tindastóll sem á þetta. Já, það var í rauninni, þetta var áhugavert moment. Augnablik hérna sem að þeir voru ekki vissir, en dómarinn, bara eins og dómarinn að gera, tók af skarið og þetta var alveg 50-50, þannig að fínt hérna spil. Róberta fær hann frá Unni, Unnur fær hann aftur. Leikur á eina, hún ennþá með boltan Unnur Ýr. Leggur hann hérna til hliðar, Aldís Ylva og Maríu Björk sem tekur skot með vinstri, en sneiðir hann vel fram hjá. Flottu sprettur hjá Unni Ýr hérna. Mikil barátta hérna. Já, þessi leikur aftur tilbaka á Margréti. Þá aukaspyrna á, nei eða hvað, það bara, jú. Maren, þetta hættulegt færi fyrir mannesku eins og Marenni Leósdóttur. Hún getur alveg látið þetta vaða bara, en fullt af gulum treyjum í teiknum. Spurning hvort hún tekur skotið eða hvort hún reynir að senda hann inn á fjær. Sjálfsög tekur hún skotið, en það allt og hátt. Allt og hátt. Vel yfir. Þá Margrét búin að gefast upp á að spyrna frá markinu. Karen skallar þetta bara tilbaka. Unnur að pressa. En eins og staðan núna, þá dugir þetta ekki til þess að taka efsta sætið í riðlinum. Þær þurfa að vinna með 2, þá þær fyrir ofan Haukana á skoruðum mörkum. Þannig að við að sjálfsögðu vonum að allir titlar eru velþegnir, það bara svoleiðis, sama hvað heita. Og þá hotspyrna enn einu sinni skoruð úr síðustu. Aldís Ylva býður sig í stutt, en það lokað á það væntanlega. Maren lætur vaða fyrir, þetta inn á miðja teig og Fríða á auðum sjó. Nær ekki að stýra svo markið, skallar rétt yfir slána. Enn einu sinni stór hætta eftir þessar hotspyrnum frá Marenni. Skagastúlkur neyða þær til þess að reyna að spyrna þessu frá. Karin í baráttunni og svo Sandra næra enda með boltan, kemur hún hérna út á Unni Ýr sem núna komin aftur yfir á vinstri kantinn. Þeir eru gjarnan á að skipta, rugla aðeins í varnarmönnum. María Björk býður sig upp í hornið, en fín vörn. Fríða kastar hérna inn á Unni Ýr sem nær ekki til boltans. Hann rennur aftur fyrir. Já, þessi leikur búinn að vera hálfgerð, algjör einstefna. En stólarnir hafa svo sem sýnt að þær geta ógnað markinu ef að Skagastúlkur
missa einbindinguna. Þá kemur Fríða hérna fram á við með langan bolta í áttina Marini, en þetta óvinnalega. Aftur og enn einu sinni óska ég eftir aðeins meiri þolinmæði. Þarf ekki þessar úrslitasendingar alveg svona snemma. Fríða skallar hennan út af, þá geta þær norðlensku aðeins fært sér framar á völlinn og anda léttar smá stund. Þetta er illa framkvæmt. María Dögg missir hann hana, rekkur á henni og út af. Og Fríða finnur Unnur, langur tilbaka. Sandra þarf að elta þetta og kemur honum á Tori og þá pressa þær. Tori á Evu Maríu. Hún undir pressu, fín pressa hana hjá Tindastóli og þær vinna innkast. Sjá hvað gerur úr þessu, en Karen vel vakandi hana, en þær eru ennþá með boltan. Aftur er það Karen, stoppar alltaf henni núna. Komaði Bryndís með langa sendingu. Eva verður að hreinsa þetta, en þær eru ennþá í baráttunni hana. Kemur skot af löngu færi, en það er hátt yfir markið. Já, þær hafa alveg sýnt að það má ekkert stíga af bensíngjöfinni hérna. Þær eru alveg líklegar til þess að ógna markinu ef að skaðastúlkur passa sig ekki. Já, þær spila bara út úr þessu hérna. Já, fín pressa nú hjá Tindastóli. Þær eru aðeins að fá smá sjálfstraust. Róberta gerir vel, kemur honum hérna Aldís Ylfu, en hún kemst ekki boltan en vinnur innkastið. Nota tækifærið að minna á næstu beinútsendingu hjá okkur. Hún er hérna á þriðjudagskvöldi þegar að IA tekur á móti Víkingi Reykjavík í Lengjubikarnum. Klukkan 20:30 hefst sá leikur. Og við verðum að sjálfsögðu hérna á staðnum þá. Síðan á föstudaginn spila Káramenn hérna klukkan 8. En á móti hverjum? Jú, Herði frá Ísafirði ef ég man rétt. Nei, það er bikarleikurinn hjá þeim þegar það kemur. En það er alltaf hægt að sjá næstu beinu útsendingarnar hjá okkur inn á heimasíðun okkar sem að þið getið fundið í gegnum ia.is. Þar eru við með logoið okkar á áberandi stað og þar á forsíðunni er listi yfir næstu útsendingar. Kári tekur á móti Vestra í Lengjubikarnum á föstudaginn. Síðan er farið í páskaleyfi og næsti leikur þar á eftir er ekki fyrir en að IA meistaraloku kvenna tekur á móti Þrótti Reykjavík í Lengjubikarnum 7. apríl. En hér koma stólarnir. María Dögg. Sandra setur góða press á hana, kemur honum á Laufeyju Hörpu sem að tekur skotið, en það er himinhátt yfir. Já, það er greinilega einhverjir saukaraklingar hérna í stúkunni. Gaman að því. Hvað er betri í góðu veðrinu? Breiða sér á Skagan á sunnudegi. Þá byggja Skagastúlkur upp sókn. Eva María Dögg pressar aðeins á hana, en hún kemur hún hérna á Unni sem að nær valda á boltanum. Skallar hann hérna út á Fríðu. Fríða sér að Unnur Ýr er lögð á stað. Unnur Ýr er að komast, en Margrét kemur út á markinu á hárréttum tíma og nær að koma þessu frá.
en vel gert hérna hjá Fríðu og innkastið finnur Unni og hún heldur boltanum, kemur hún hérna á Karinni, spilaði stutt hérna á milli sín, Fríða tilbaka á Söndru, þá byrjaði upp á nýtt. Þetta 6 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Karin með langan bolta hérna, hittir á Unni, Unnur ætlar hún að leggja af stað, hún keyrir hérna inn á völlin, er að koma sér í skotfæri eða hvað? Nei, það ná að sjá við henni hérna. Fín barátta hérna í liðinu og það sparka boltanum frá sér. Róberta á Fríðu. Mikið hérna sem það fara í gegnum Fríðu hérna í vinstri bakvörðunum. Hún reynir sendinguna yfir. Tekst ekki, en Unnur með skot, ekki langt frá því maður. Gott skot, hárfínt yfir. Þær eru óöruggar hérna ef það sett pressa á þær. María skallar þetta fram á Unni, Maren Leósdóttir, Aldi Silva býður sig, það reynir sendingu hérna inn á Unni en hún einhverjum vandræðum hérna á Margrét. Fín pressa hjá Skagalinn núna, skila sér í innkasti. Staðan ennþá 1-0. Unnur Ýr með markið. Dæmt aukaspyrna og þetta nú bara eins og hornspyrna. Þá koma þeir sér inn á vítategin. Þetta aukaspyrna á hættulegum stað. Maren með frábæra spyrnur. Kemur spyrnan. Hérna á skalla þetta frá. Fríða var hérna að búa sundir að stangan í netið. María Björk gerir vel hérna, finnur Unni út á kantinum sem að reynir að leika hérna á varnarmann. Missir hann ólangt frá sér. Boltinn tilbaka á Margréti í markinu sem að reynir að spyrna frá, kemst ekki langt og Unnur Ýr, hún er að hérna á flegiferðin á tegin en ná að stoppa þetta en spyrna boltanum út af. Ætli ÍL-liðið ná að bæta við marki hérna fyrir hálfleik. Unnur fær hann hérna og Fríða til aftur. Þá kemur sending hérna inn á fjárstöngina. Það Aldís Ylva nær ekki valda boltanum. Reyndi að taka hann hérna niður. Þannig hvort hann hefði ekki átt að bara lúra þessu. Bara viðstöðulaust. Eva María spyrnir þessu upp í loftið. Maren finnur Maríu sem að leggur hann á Karinni og enn erum við að fara hérna gegnum Fríðu. Já, hún vil skipta þessu yfir. Róberta á Aldísi en hann á að takla þetta fótunum á henni. Maren missir hann undir sig. Ná ekki að gera sér mat úr því þegar þeir ná að vinna boltan af þeim. Skagastúlkur eru duglegar að vinna hann tilbaka en hérna koma Norrlendingarnir. Fín pressa hjá Marinni og nú alveg við það að brjóta af sér hérna en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Spynt hérna út á kantinn en Fríða les þetta vel og hún er lögð á stað hérna, finnur Maríu Björk, leggur hann tilbaka á Karinni og hún tilbaka. Fríða, Unnur er laus hérna á kantinum og finnur Maríu sem að hún reynir að stinga aftur inn á Unni hérna en ætlaði henni hérna aðeins of.
Arja Björk tekur þetta bara niður, missir hann svo en Fríða enda með boltan fyrir hálfleik svona að ljúka, rétt mínúta eftir, rétt rúm. Unnur Ýr stingur hérna inn á nöfnum sína en þetta enda bara í markspyrnu. Karen spyrnir þessu fram á við, Unnur eltir, en ná að hreinsa þetta frá. Sólveig Birta tilbaka. Ná að spila út úr þessu hérna, fín pressa á Marinni, næri þessu ekki, þá kemur Karen og Marin er hérna í góðri stuð en það er ná að verða fyrir boltinn hérna út á Unni Ýr sem er komin aftur yfir til hægri. Maður er ekki að fylgjast með þessu, þær gera þetta svo vel. Aldís og Unnur fyrir hálfleik að ljúka. Já, staðan 1-0 í hálfleik, það er mark Unnar Ýrar á 27. mínútu sem skilur liðin að. Eins og staðan er akkurat núna að þá eru ÍA og Haukar jöfn í efsta sæti í þessum B-riðli Faxaflóamótsins sem að dugir allavega samkvæmt mínu reikningkúnstum ekki Skagastúlkum til þess að komast upp fyrir Hauka, en eitt marki viðbót gerir það. Við skulum sjá hvort að það ná því ekki í seinni hálfleiknum. Við tökum okkur örstutt hlé hérna líkt og leikmenn og dómarar þangað til á bara biðja ykkur að hingra og ekki fara langt.
Jæja, velkomin aftur, það er ekkert langt liðið hjá okkur hérna. Það var bara að keyra þetta áfram, sem er bara í besta mál, auðvitað. Staðan hefur lítið breyst í hálfleik, en já, leiðir 1-0 með marki Unnarír Haraldsdóttur á 27. mínútu. Og þá er seinni hálfleikurinn kominn á stað. Við svo sem sjáum ekki mikið hvort að breytingar hafa orðið á liðunum enn sem komið er. Sýnist Skagaliðið vera óbreytt frá því fyrri hálfleik. Fín pressa hérna hjá Róbertu, en hann ná að leysa þetta. Sending hérna, en Aldi Silva dæmt rangstæð, réttilega sýnist mér. Eins og ég kom inn á hann, þá vantar Ía 1 mark til að tryggja sér sigur í þessu móti. Þar þurfa að vinna með 2 marka mun hér í dag til þess að ná að sigra þennan B-riðil. Mikil barátta þarna inn á miðjunni. Boltinn tilbaka á Tori í markinu. Hún lítur í kringum sig, sendir hann hérna fram, beint í fæturnar á Marini, en hún undir pressu. Fríða finnur Marini. Aldi Silva var hérna á auðum sjó, en á vinstra megin. En Marin sá það ekki. Ég merki ekki breytingar á Tindastóls-liðinu heldur, en Sandra og Aldi Silvu sem er undir pressu, ekki dæmt. Sýndist nú verið að fara í baki á henni hana, en ég vil hvetja þá sem er að horfa sjálfsögðu til að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum. Við erum á Facebook og við erum á Twitter og að sjálfsögðu að gerast áskrifundur að YouTube-brásinu okkar með því að smetla á subscribe hnappinn, að þá fáið þið tilkynningu hvert sinn sem að við förum í loftið. Þannig að þið þurfum ekki að missa af neinu hérna í íþróttalífinu á Akranesi sem að verður í beinni. Allur fótbolti á Akranesi í sumar í meistaraflokkunum, báðum meistaraflokkum í að bæði kalla og kvenna þar að segja, verða sýndir á IA TV. Þó með þeim fyrirvara að í inkasso-deildinni þar sem að kallarnir spila að þá megum við eingöngu sína þá leiki sem er ekki í beinni hjá Stöðvar Sport, en við sættum okkur nú alveg við það. Að auki verðum við að sjálfsögðu með beinar útsendingar frá leikjum Kára í annari deildinni, en hér koma Tindastóls stúlkur upp hægri kantinn. Fríða setur góða pressa á þar, en það kemur mér eftir að sé Anna Margrét hérna númer 14. Snæbjört, hún er að komast í skotfæri. Það er ekki mjög langt fram hjá. Svona með betri tilraunum hjá þeim í þessum leik.
Já, þið eruð að horfa á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson, með mér er Valgeir Sigursson á myndavélinni. Ekkert dæmt. Þess má geta að Valgeir Sigursson hefur veigamikla reynslu sem tæknimaður frá engum öðrum stað en Stamford Bridge í Lundunum. Mun eflaust nýtast okkur vel í okkar störfum hérna í framtíðinni. Það er ekki aðmælegt fyrir okkur að hafa úr slíkum mannauði að spila. Mikil barátta þarna, Karen dæmt brotleg, þetta var nú hárrétt. Þá eru Tindastólsstúlkur með aukaspyrnu á hættulegum stað og það er Fjölmenna í teginn. Hún geti reynt á vörnina. Kemur spyrnan og það er hreinsað frá Fríða en þær komast aftur í hann og spyrna himinhátt. Já, hér er Fríða búin að vinna boltan. Reynir stungusendingu inn á Unni sem er hérna á auðum sjó. Fínt útlöp hjá Margréti. Glæsilega gert hjá henni. Hún er búin að eiga svo sem ágætan leik. Varði tvisvar mjög vel að fara á fyrstu 3 mínútonum. Verður ekki sökuð markið. Það er nokkuð ljóst. Unnur Ír sem að neldi boltanum í gegnum þvög af fólki. Hún sá hann aldrei fyrir en hann var komin í netið. Hér kemur sending frá Aldi Silvu en allt og innlega. Þá er Kristrún hérna með hann í vörninni. Fín pressa, Anna Margrét missir hann hérna. Aldi Silva reynir að stinga hérna inn á Unni Elvu. En hún Bryndís kemst á milli. Svo er einhver miskilningur. Fín barátta hérna hjá Unni Ír. Aldi Silva nær ekki valdi á boltanum hérna. Missaði boltan út af. Og Róberta tekur innkast fyrir Skagakonur. Maren býður sig. Nær honum hérna niður. Finnur Maríu Björk sem að leggur hann tilbaka á Karinni sem að skiptir síðan umsvifalaust yfir á Aldi Silvu sem að er í baráttu við Sólveig Birtu sem að nær að koma þessu frá en Fríða hirðir þetta. Spila tilbaka á Tori. Eva María. Róberta, hún er undir pressu frá Laufahörpu. Tori.
Skagastúlkur ekki náð þessar fyrstu 10 mínútur tæpu í síðari hálfleik að ógna markinu með svona einhver raunverulegum hætti. María Björk leggur hún hérna á Unni aðeins og framalega, nær ekki til boltans og kemur Guðrún Jenny en hún lendir í vandræðum með Karinni. Mikið stoppa á Karinni hann á miðunni í dag. Fær tækifæri í byrjunliðinu. Þessi upp í loft. Það er svolítið þröngt sem það eru að reyna núna. Þessi stundina þá kemur skipting. Sjá, Kaja Erla Karitas er að koma inn á fyrir Unni Elvu. Unnur Elva Traustadóttir hefur lokið sinni þáttöku hér í dag og Erla Karitas kemur inn á. Kaja eins og hún er kölluð. Hér er eitthvað að gerast. Anna Margrét en Fríða, en hún er dæmd brotleg. Fríða að fá þar aftur aukaspyrnu á. Nei, býtum við, það er dæmd aukaspyrnu á Tindastól. Já. Boltinn tilbaka á Tori. Eva finnur Maren. Maren er vantar aðstóð. Róberta missir hann út á hana. Kemur löng sending sem að Eva María skallar fram á við. Eva, hún er undir pressu, kemur nettu kloppið þarna, Unnur Ír og Róberta, kemur langur bolti í áttina Aldís Ylfu sem að nær að valda boltanum. Unnur Ír lögð á stað. Nú er það hérna 4-3. Unnur finnur Maríu Björk sem að missir, nær ekki alveg valdi á boltanum. Það hefur verið gaman að sjá hana bara nikka honum aftur fyrir sig þar sem þær voru í hlaupaleiðinni hjá Marinni Leós og fyrir María og hún reynir skot af löngufæri en það í Guðrún Jenny fyrirliða Tindastóls. Svo kemur slök sending frá henni sem að Róberta hirðir og Unnur 1-1 kemur fyrirgjöfin. Aldís Ylva er hérna í þessu og kemst hérna, boltinn rekkur fyrir Aldís Ylvu en skotið með vinstri fæti máttlaust. Þá reyna stólarnir. María en Sandra Grimm þarna. Maren, hún leggur hann hérna fram á við á Róbertu Lilju, vel gert. Róberta, Unnur leggur á stað en Kristrún er á undan. Og Unnur tekur þetta innkast. Aldís Ylva hérna á auðum sjó. Kemur honum aftur á Unni. Unnur leitar inn á völlin, hún er komin inn í vítategin. Þarf að leita tilbaka, reynir síðan að finna Marinni sem að tekst ekki. Fín bara til Róbertu Lilju sem að vinna boltan strax tilbaka. Aðeins að skapa smá pressa núna. Fríða út á Kaju sem finnur Marinni. Aldís Ylva er í rangstöðu en þá sýnist mér Tindastóll ætla að skipta leikmanni. Laufey Harpa Halldórsdóttir fer af velli og í hennar stað kemur núna leikmaður númer 4 Vigdís Edda Friðriksdóttir sem að var samkvæmt leikskýrslu í byrjunarliði en einhver hluta vegna hóf hún ekki leikinn.
Bjóðum Vigdísi Eddu velkona til leiks. Þá aukaspyrna. Löng spyrna fram. Fríða tekur þetta auðveldlega, skallar hann hérna í áttina Marinni sem að nær ekki til boltans. Þetta vel gert. Kemur stungusending sem að Sandra les. Sandra skýlir þessu. Já, leikurinn látin halda áfram bara. Vel gert hjá Söndru, fín vörn. Tóri næra að leggja hann bara niður. Aldís Ylva hérna vel tilbaka núna. Það var hún komin hérna í hægri bakvara stöðuna. Má okkur sjá, Róberta Lilja komin í framlínuna í staðinn. Maren með fína sendingu hérna, Unnur Ýr á auðum sjó og manneskjur í tegnum og hún hérna komin bara í skotfæri en það ná að verjast. Bryndís Rut kemst þarna fyrir skotið og það hotspyrna að marki Tindastóls. Það sem fyrr Maren Leósdóttir sem að tekur þessa hotspyrnu. Karen, nei, Kaja hana inn á marktegnum, skóplar honum yfir, var í fínu færi hana, setti aðeins svo mikið kraft í þetta. Karen Þórisdóttir vann boltan fyrst eftir hotspyrnuna. Fín vörn hann á Evu Maríu, kemur honum á Maríu Björk sem að finnur Marinni Leós, þá Unnur Ýr, aftur á Marinni og aftur á Unni en fín vörn hann hjá Kristrúnu Maríu. Það að koma þessum út fyrir. María Björk býður sig, fær hann Unnur með fyrirgjöfina. Þar Kaja, ráðast á þetta, skalla frá, Maren tekur táaran á það bara. En vel yfir. Það aðeins að byrja að skapast hætta aftur við marki hjá Tindastóli sem hið besta mál frá okkar sjónarhóli. Hann að vera að spila hérna út. Margrét fær hann aftur í markinu, spyrnir frá en María Björk skallar þetta í áttina Marinni en hittir ekki á hana. Þá koma þær en komast ekki langt. Fríða gerir hérna glæsilega. Kaja inn á Karinni, hún finnir aftur Fríðu. Fríða á Söndru. Já, það spila bara tilbaka, tegja aðeins á þeim. Unnur býður sig, reynir sendingu út til vinstri á Aldís Ylvu. Aldís Ylva hérna í baráttunni við Vigdísi Eddu sem að hefur betur en Aldís Ylva brýtur síðan á henni. Þetta réttu dómur. Og aukaspyrna á hættulegum stað. Það Hrafnhildur Björnsdóttir sem að tekur þessa aukaspyrnu. Fullt af hvítum treyjum núna á tegnum. Kemur sendingin og það er bara skot á nærhornið en Tóri var með það allan tíman. Kastar hérna út á Aldís Ylvu og Unnur býður sig og fær hann. Þá geta þær lagt á stað. Unnur í áttina Kaju en vörnin alveg með þetta. María Björk vinnur boltan. Finnur Karinni sem finnur síðan Marinni með fína sendingu hérna á Róbertu Lilju. Róberta leitar aftur inn á völlin en boltinn tæklaður að henni.
Já, það er ná að verjast betur hérna í síðari hálfleiknum. Það er norrlensku. En Skagan liðið heldur pressu. Karen, hún er bara með skot hérna af löngu færi sem að Margrét ver auðvitað. Marja Björk, hún með skoti núna. Margrét þarf að slá þetta í hot. Fínt skoti á Marju. 65 mínútur liðnar, staðan ennþá 1-0. Við bíðum eftir öðru marki. Hver veit nema það komi hér. Maren Leónsdóttir tekur það. Allt Tindastólslið í eða við Vitategin. Kemur hárbolti fyrir, Fríða í baráttunni, boltinn upp í loftið. Marja Björk skallar þetta aftur fyrir sig og Aldís Silfu sem hann nær föstu skoti en það er himinhátt yfir. Fínt að klára þetta með skoti. Þá er skipting hjá Ía, Marja Björk fer af velli. Og hver er það sem kemur inn á? Það er látum okkur sjá. Það sé Klara, sá það ekki alveg. Fín pressa hjá henni. Fríða komin núna hérna í fremstu vílinu. Fýtt bolti fyrir, Fríða skallar hann hérna en út til hliðar. Róberta nær að halda lífi í þessu, svo kemur fyrirgjöfin, þar er Fríða aftur. Nær ekki að stýra þessu í átt að marki. Tölvera hræringar núna. Jú, mér sýnist að vera númer 15. Klara Kristinsdóttir sem er komin inn á. Karen finnur hérna Kæju sem leggur hann inn á miðuna á engan sérstakann. Fríða, hún hættir ekkert að berjast og hún fari í framlínuna. Það er leysa þetta vel núna. Tindastólsstúlkur koma hérna upp hægra megin en Sandra les þetta, kemur honum frá en boltinn aftur til þeirra hvítklæddu. Berglind Ósk tilbaka. Kæja pressar. Og boltinn út fyrir. Og þá er aftur skipting hjá Tindastóli. Og það er leikmaður númer, já það eru 2 að leggja af stað út af, nei það er 15 sem fer út af, 19 inn á. Birna María er að koma inn á fyrir Önnu Margréti Hörpudóttur. Birna María Sigurðardóttir mætti leiks. Nú förum við okkur að lengja eftir þessu öðru marki sem okkur vantar. Maren fleitir þessu áfram. Fríða er að komast í skotfæri og lætur vaða en Margrét ver. Já, ég liði grátlega nálægt í að vinna þetta mót. En Karen núna með skot af löngu færi. Leggur fram hjá. Lítið meiri þolinmæði enn og aftur. Vel gert Klara, les þetta vel.
Stingur hann í því áttina Kæju. Maren nær ekki að koma að þessu fyrir sig. Já, vel spila núna, en Maren með fína baráttu þarna, vinnur boltan. Kemur honum á Fríðu. Fríða finnur Unni, finnur Kæju, aftur á Fríðu. Fríða á Mareni. Mari bak. Kemur sendingin hérna í áttina Kæju, nær ekki til hans, það skalla þetta frá. Og það er ekkert að gerast hér. Fín vörn hjá Karinni. Unnur, finnur Fríðu. Vantar hennar stuðning. Finnur Söndru. Sandra í vandræðum. Það er ná að vinna þetta, en Eva María gerir virkilega vel. Karen reynir að finna Róbertu Lilju. Þetta er svolítið borðtennis stemming núna, fram og tilbaka. Það er aðeins meiri yfirvegun núna. Fín pressa hjá Klöru. Já, eins og ég kom inn á hana, það er mikið spilað í Lengjubikarnum í dag. KA-menn er að vinna Breiðablik 3-0 samkvæmt mínum nýjustu tölum. Þór KA og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í Lengjubikar kvenna. Einnig er hafinn leikur Vals og Stjörnunar í Lengjubikar kvenna A-deild. En hér er fín spilamennska. Kæja komin hérna upp hægra megin. Fyrirgjöfin. Hún er kemur full snemma. Hún hefði alveg mátt keyra bara á þetta og koma sér inn í tegin. En fyrir í dag að þá vann Elliði Kormák Kvöt hérna í Akraneshöllinni 6-0. Og stór tíðindi og Lengjubikar kalla A-deild þar sem að Grindavík sigraði FH 3-0. Einnig sigraði KR IR 2-0. Kemur langur bolti fram. Eva María nær að skalla þennan, en stólarnir halda boltanum. Þeim hefur aðeins vaxið ásmegin svona eftir sem að liði á leikinn. Klara les þetta vel. Karen í áttina Fríðu, hittir ekki. En Maren, hún heldur áfram sjálf, finnur Erlu Karitas sem að stingur aftur inn á Mareni og Margrét út úr markinu og það er tómt markið, en það er ná að verjast þessu. Þarna var Bryndís Rut rétt staðsett. En aðeins smá. Það er að sína tennurna núna pínu. Tekst það. Karen. Eva leitar að Kati, hittir ekki á hana. Boltinn út af. 17 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Þá er að koma inn á IA-liðinu Elísa Eir Ágústsdóttir í staðinn fyrir Söndru Ósk Alfreðsdóttur. Og eins er skipting hjá Tindastóli. Hérna kemur leikmaður númer 17 sem er nú ekki eins og skýslunni á þeim, þannig ég gerir ráð fyrir að ég veit ekki eins og hver ég á að gera ráð fyrir, þannig að ég veit ekkert hver er að koma inn á. Þetta er erfið aðstaða, sérstaklega það er aðkomuliðið á í hlut. Þannig að ég er bara einhvern veginn eins og ég sagði hann, spila í kringum þetta. Karen farin hérna úr innkastinu, finnur Mareni Leós, Fríða út á Unni. Unnur með segjan skotið, en Margrét rétt staðsett í markinu, beint á hana.
Karen Þórisdóttir, vel gert, kemur honum hérna á Unni Ír sem að núna er á miklum sprettu vinstra megin. Reynir fyrirgjöfina, hann kemst alla leiðin í gegn á Mareni. Maren inn á Róbertu sem að er nær. Hörðu, þetta er ekkert annað en vítaspyrna, dómari, algjörlega pottþétt mál. Reyndar komst Unnur í færið en engin hagnaður þar sem að hún misnotaði það. Hún varði vel Margrét en Unnur Ír fær annað tækifæri hér á vítapunktunum. Unnur Ír tekur þessa vítaspyrnu. Margréti varnar Unnur. Það skot í slá í samskeytin hreinlega. Þeim er ekki ætlað að ná þessu öðru marki. Já, hérna. Fríða í mikilli baráttu. Handleikur hérna knöttið virðist vera en ekki dæmt. Og Skaginn á þetta innkast. Spurning hvað þetta gerir fyrir Ía-liðið. Hvort þetta hleypir nýju blóði í þær. Róberta alein hérna, snýr en fín pressa hjá fyrirliðanum. Unnur og Maren missir hann frá sér. Þær hreinsa. Eva María tilbaka. Karen Þórisdóttir vinnur boltan. Leggur að staði upp í vinstra hornið. Hver snerti þennan síðast? Það var Karen, metur dómarinn. Og þá er hvað? Já. 13 mínútur eftir, okkur vantar mark. Fáum ekki mikið betra færi en þessa vítaspyrnu sem að misfór staðan Fríða með fyrirgjöfina. Og þar er Maren í færi, skotið langt framhjá. Karen Þóris í baráttunni, Eva María tilbaka á Elísu. Fín sending hérna, Fríða. Karen, þær eru að ná að mjaka sér hérna fram völlin. Svo kemur stungusending, játta Marininn aðeins og vinnalega. Þetta er erfiði boltar við að eiga. Maren nær þessu. Róberta tilbaka á Fríðu. Svolítið ákveð núna í Ía-liðinu. Unnur með skot í varnarmann. Fríða í baráttunni, nær ekki til hans. Boltinn hérna berst til Vigdísar. En Eva María gerir virkilega vel. Guðrún Jenny fyrirliði Tindastóls núna að reyna að leiða þær áfram en Fríða með skotið og Margrét þarf að slá hann yfir. Hún sá hana hérna örlítið framalega í markinu og lét bara vaða. Þá er hornspyrna. Markska stúlkna kom upp úr hornspyrnu frá Marinni Leósdóttur og þær hafa verið hættulegar. En allt Tindastóls-liðið núna bara í vörninni. Kemur sendingin inn á og þarna er Fríða á auðum sjó og fær frían skalla en skalla framhjá. Þá er væntanlega síðasta skiptingin hjá Tindastóli. Fyrirliðin fer að velli Guðrún Jenny Ágústsdóttir og þá kemur inn á
Og það er líka skipting hjá Ía. Róberta Lilja fer af velli og í hennar stað kemur þá Eva María Jónsdóttir hinn yngri. Sýnist mér. Eða ég er ekki búinn að sjá númerið. Jú, það er hún. Koma stólarnir. Leikmann nummer 21 var að koma inn á Krista Sól Nílsen. Eva María tilbaka á Tori. Krista pressar á hana. Eva. Þetta hittir ekki á samherja. Þá koma þær. Hvítklæddu sending út á hægri kantinn. Sólveig Birta nær ekki þessum bolta. 10 mínútur eftir. Og staðan ennþá 1-0. Okkur þyrstir í annað mark. Við viljum fá þennan titil í hús. Jæja, stingur hérna upp í áttina að Marene en það er komað þess út fyrir Kristrún Marja var það sem gerði það. Aldís Silva. Og Maren fær þennan. Kemur hún tilbaka á Aldís Silvu. Maren. Tilbaka á Evu Marju. Eva yfir á Elísu. Elísa með langan bolta hérna í áttina Unni, vel gert. En Unnur ætlaði að reyna að stinga hann inn á Fríðu, tókst ekki. Klara kastar hérna fram á Unni sem er að komast upp að endamörkum nær fyrirgjöfinni yfir Kæju en Maren hirðir þetta upp. Aldís Silva með henni en hún kemur með fyrirgjöfina og þarna er Unnur Ýr við það að komast í boltan og hvað er dæmt, það er bara útspark. Markspyrna. Þetta var hættulegt, vantaði bara hársprit upp á að Unnur næða að setja hausinn í þennan bolta af einhverjum krafti. Karen skallar þetta fram, Eva María í baráttunni, nær ekki til boltans, Karen aftur, Eva María líka aftur, nær að taka hann með sér, kemur hún hérna á Unni, Unnur leitar að skotinu, finnur ekki, Eva með skot, ekki langt framhjá, fínt skot hjá Evu Maríu. Karen finnur Maren. Maren á Evu Maríu. Eva reynir að stinga hérna í átt að Fríðu, tekst ekki, það eru margar fyrir hana. Hann ná að koma þessu fram. Klara sparkar þessu tilbaka. Fríða. Karen út á Aldís Silvu. Aldís með langan bolta og hvað gerist hér? Fríða og það er mark! Annað marki sem við vorum að bíða eftir. Og það er Fríða sem að skorar það. Á 84. mínútu. Fáum það staðfest 2-0. Þetta er það sem okkur vantaði. En nú er spurning hvort að láta knía fylgja kviði og láta vaða í fleiri mörk eða reyna það, en ég veit ekki betur en að þetta dugir hreinlega
til sigurs. Nú eru bæði liðin Ía og Haukar efst eftir 4 leiki í þessum B-riðli Faxaflóamótsins með 10 stig. Bæði lið með 9 mörk í plús í markatölu. Jú, það er rangstæða dæmt, þetta er réttu dómur hjá honum. Við varum í fínni línu hérna, sammála þessu. En Ía er raðast ofar í þessu móti á fleiri skoruðum mörkum. Það hafa skorað 13 mörk, fengið á sig 4, meðan að Haukar hafa skorað 12 og fengið á sig 3. Og innbyrðis viðureign skilaði engu, þannig að eins og staðan er akkurat núna þá raðast Ía fyrir ofan Hauka í þessum B-riðli og þá er gerð skipting. Karen Þórisdóttir fer af velli og í hennar stað kemur Ásta María Búadóttir. Mun fá að spila hérna síðustu mínúturnar. Eva María, fín barátta hjá henni, hún sterk. Já, hún gefst ekkert upp, hún er ennþá með hann. Kemur honum hérna á nöfnum sína, alnöfnum sína notabenni sko. Og Maren er með hann hérna, fer yfir til vinstri. Maren og Klara kemur með henni í stuðninginn. Komin upp í vinstra hornið, snýr við. Klara finnur Unni Ír. Unnur með sendingunni inn á teiginn. Það er Fríða, fleiðir þessu í 8 marki en framhjá. 4 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Ætla Tindastól stúlkur að reyna að skemma þetta. Haldi Silva hefur þennan. Kemur honum í áttina Kæju sem að missir hann undir sig. Og þessi hangir inn á. Það er pressa ennþá. Skagastúlkur, Maren á Unni. Hvað gerir Unnur hér? Kemst hún í skotið? Nei, finnur Efu Maríu sem að fær mann hérna sem hún veit ekki af fyrir aftan sig, eða konu öllu heldur. Já, það er það er hún ekki allir sammála hver eftir þetta innkast. Stólarnir ég held að það er eftir það, en dómarinn dæmir Unnur Ír. Finnur Fríðu sem að finnur Marenni. Kæja er á fjärstönginni. Maren klárar þetta bara sjálf. 3-0. Markið á 89. 88. mínútu skulum við kalla það. Og þá held ég að Skagastúlkur geti farið að fagna fyrsta titlinum á þessu ári. Já, þetta var svona nokkuð erfið fæðing, það er óvægt að segja það. En hafðist á endanum. Þurftu að vera þolinmóðar og fengu urmul af frábærum færum í fyrri hálfleik. Ekkert dæmt. Leikurinn heldur áfram. Vel gert þarna hjá Hrafnhildi, stingur honum. En Eva María búin að vera virkilega traust í vörninni, eins og vörnin hjá Ía í dag. Ásta finnur ekki samherja. Það er eitthvað aðeins að reyna klór í bakkan. Tori út úr markinu, grípur þetta.
Klara með fína sendingu hérna fram. Eva María fann Fríða upp í hornið á Unni. Unnur með fyrirgjöfina, þar Maren Leósdóttir og hún stýrir þessi í netið. Þetta veisla. Þetta ekkert annað en veisla, gott fólk. Við þurftum að bíða, en gerir það bara ennþá sætara. Maren Leósdóttir á 90. mínútu. Og Ía liðið Faxaflóa meistari kvenna í B-riðli 2018. Og nú bara uppbóta tíminn eftir. Virkilega sætt. Já, þessi fer í loftið. Nú bara spurning hversu miklu hefur verið bætt við. Það nú ekki mikla tafir utan við þær skiptingar sem að gerðar voru. Sem voru náttúrulega margar, en það geti verið tími fyrir eitt í viðbót. Ekki það maður vilja vera með heimtufrekju, þannig. En enn og aftur sækja Tindastólstúlkur ekki gull í greipar Skagakvenna hérna í Akraneshöllinni. Tóri með langan bolta fram, en þær koma þessu frá Tindastólstúlkur. Eva María alveg öruggið uppmála þarna, Aldi Silva, Ásta. Eva, hann fín pressa hjá Kristu Sól. En dómari leiksins búinn að setja upp þessi flautuna. Og leiknum lýkur með 4-0 sigri Skagakvenna. Unnur Ýr Haraldsdóttir skoraði fyrsta markið á 27. mínútu eftir að Ía hafði átt fullt af góðum færum fram að því. Síðan þurftum við að bíða þangað til 84. mínútu þegar að Fríða bætti við og kom Ía í efsta sæti í þessum B-riðli í Faxaflóamótinu á 84. mínútu og síðan Maren Leósdóttir bætti við 2 í viðbót á 2 mínútna kafla á 88. mínútu og 90. mínútu. Við förum að segja þetta gott hér, því miður náum við ekki að vera með viðtöl eftir þennan leik. Það eru óviðráðanlegar orsakir sem að ráða því. En þið voruð að horfa á Ía TV í samstarfi við Omnis og Akranes og Síman. Örn Arnarsson heiti ég og þakka fyrir mig og þakka leið honum Valgeiri Sigurðssyni fyrir hans störf á myndavélinni. Næsta beina útsending hjá okkur á þriðjudagskvöldið þar sem að Ía, meistaraflokkur Ía Kalla tekur á móti Víkingi Reykjavík í Lengjubikarnum klukkan 20:30. Við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til þess að horfa á það og fylgjast með fótboltanum hjá okkur í sumar. Ía TV fyrir Akranes. En þangað til næst, verið sæl.